Eftir tæpan mánuð, ég held að segja 10. apríl, þá verður frumsýning á leikriti sem að heitir Ég Jóhanna í Tjarnarbíói og leikhópurinn eða sem sagt þau samtök sem standa að þessu eru leikhópur, kallast Endalaus Vitleysa og ég fengið hér 3 góða gesti að rauða borðinu til þess að ræða þessa sýningu og kannski ræðum við aðeins kaþólsku kirkjuna líka, bæði nýleg ummæli úr þeim ranni og fleira. En veriði velkomin öll. Takk hella. Svo ég kynni ykkur, þú ert Sindri. Ég Sindri. Sparkle. Já, nota það líka sem nafn. Já, og þú leikur Jólundu, já. Í þessu leikriti. Aron Martin, þú ert leikstjóri. Já, passar. Vertu velkomin. Takk að gæla. Og þá eftir Beta Skagfjörð, sem leikur Jóhannu. Svo sannarlega. Gaman að fá ykkur öll. Takk kærlega fyrir að fá okkur. Takk. Hvenær hófst þetta ferli? Já, það alveg 1,5 ár síðan. Já. Eitthvað svoleiðis. Ég var í mastersnámi í Liverpool í skólanum hans Paul McCartney og var að leita að verkum sem að fjalla transfólk eða kvár. Já. Og lærimeistari minn benti mér á þetta verk og ég las það í skólanum og varð ástfangið af verkinu og svo í fyrra þá ákveðum við að kaupa réttinn á verkinu, ég og Aron og setja það upp. Já. Við heldum leiklæstur í mars í fyrra. Já. Og sóttum styrki og fengum enga styrki en við ákveðum bara samt að ríða á vaðið og bara láta þetta vera veruleika því það svo fá verk sérstaklega á Íslandi líka sem eru sett upp sem að fjalla transfólk eða kvár og svoleiðis. Já, og þannig erum við að tala Jóhanna verk. Já, nema í þessu leikriti Jóhanna kvár. Já. Þannig að við erum bæði að skoða ferðalag Jóhannu í gegnum stríðið og hennar svona baráttu við Englendinga í 100 ára stríðinu en svo þetta líka í rauninni barátta Jóhannu að berast fyrir tilverurétti sínum sem einhver sem passar ekki alveg inn í kynjatvíkjuna. Já, einmitt. Og frumflutningur þessa leikrits hvað, 2022? Já, í Shakespeare's Globe leikhúsinu í London. Já. Og það sýning sem hefur farið sigurför heiminn eða? Sko, ég ekki alveg klárt á því en það fekk mjög góðar viðtökur í London og líka varður mikil svona umræða. Fjadra fólk. Já, af því að voru ekkert allir sáttir við það að þarna væri kaþólskur dýrlingur gerður að einhverju transmannesku, sko, þannig að... Já, maður alltaf svo ignorant gagvart því að fólk getur brjálast yfir einhverju svona. Já, ég veit samt að þetta hefur verið sett upp í Kanada og á fleiri stöðum, þannig að þetta svona aðeins að breiðast út. Já, þetta líka mjög vinsælt sko í leiklistaskólum úti og úti í heimi að því það eru mörg hlutverk, þetta alveg 12 manna leikhópur sem við erum með þannig að það nógur á móða. Umfram það sem þegar hefur komið fram, hvað sér þú einkum í þessu verki, Aron? Sko, eins og Beta kom inn á, þá finnst mér mikilvægt að segja, þú veist, fjölbreyttar sögur á sviði og það rétt, það ekki mikið af verkum sem að eru með trans eða non-binary fólk í aðalhlutverkum og þar sem að þau fá svona fullt svona agency yfir sögustræðinum sínum sem að Jóhanna í rauninni hefur náttúrulega ekki því við vitum hvernig sagan endar. Já. En í gegnum söguna þá fáum við svolítið að kynnast Jóhannu og tengingu hans við Guð og hvernig sko guðleikinn endurspeglast í upplifun Jóhannu á sína eigin kyni og stöðu innan feðraveldisins sem Frakkland á miðöldum eða var. Já. Og hefur þú víðtæka reynslu af leikstjórn? Já, ég útskrifast á Listaháskólanum 2019 af Sviðsöndabraut og hef síðan starfað við bara leikstýra og ég að starfa bara í öllum geirum innan leikhúsins og kvikmyndagerðar síðan svona 2017. Þetta helvítis hark? Þetta mjög mikið hark. Ég búin að leikstýra núna alveg bara á fullu síðustu ár
og maður alltaf í fátækaleikhúsinu, þú veist, sama hvað þú ert, það skiptir ekki máli, sko. Nei. En það líka ákveðin svona skemmtilega áskorun líka, sko. Já. Og Sindri, þú fær þann mikla heiður að leika Jóhannu. Nei, ekki Jóhannu, Jólöndu. Jólöndu. Það eru svo svipunöfn. Slóð saman hjá. Það gerist líka stundum í handritun að ég fer að segja línurnar hjá Jólöndu að ég held að standi Jóhann. Takk fyrir að hjálpa. Það er svona yfirstrikuna penna og segja, heyrðu, þetta er ekki mín lína. Hvað gerir maður þá? Ég er Jólanda. Jólanda af Aragon, sem er manneskjan sem að borgar fyrir herferð Jóhannu er svona í bakgrunni svona stjórnöllu einhvern veginn þú veist, veit betur en þessir kallar sem eru bara einhverjir pjakkar að þykjast kunna á stríð og hún sem sagt náttúrulega hefur þurft að berjast fyrir sínu verandi kona að fá að vera þú veist í valdastöðu og síðan allt og þá byggir þessa svona, þú veist, þessa leið áfram sem er hægt að fara í gegnum feðraveldið til þess að verða valdamikil þrátt fyrir feðraveldið en síðan kemur ykkur mannski sem bara, við þurfum ekki feðraveldið, ykkur lítill krakki sem er bara, ég er ekki kona og þá náttúrulega ég myndi segja að þetta sé svolítið karakterinn sé svolítið vísun í náttúrulega terfisma svona transfóbískar konur sem nota feminisma sem skjöld svona þykjast vera að vernda konur en hafa eiginlega bara það aðal áhugamál að vera á móti transfólki. Er það stór hópur í dag? Ekki svo stór en hann er mjög hávær. Hann er mjög hávær, já. Bæði hér innanlands og á heimsvísu? Ekki eins mikið innanlands. Það ber það ekki jafn mikið á því. Ég held að svona stærsta, eða svona þekktasta manneskjan þarna er J.K. Rowling. Já. Sem að náttúrulega, þú veist, hún fjármagnar herför terfana í Bretlandi til þess að núna bara bókstaflega draga tilbaka réttindi. Og seinast þegar ég var fyrir minna en ári þá allt í einu mátti ég ekki fara á almenningssalni bara út því að það voru bara ný lög það að ég gat ekki fara inn einn og þú veist það var Bretland, staður sem ég hefði elskað og farið svo oft til og síðan allt í einu bara hrækt á mann á götunni og eitthvað og þú veist þetta er bara hlutir sem að orðræða eins og hjá törfunum gerir er bara gerir fólki kleift að halda þau séu í einhverju baráttu á móti óréttlæti þegar að þau eru óréttlætið málað. Já sko Betta, ef við reynum að fara í rótina að því hvað knýr fólk eins og J.K. Rowling áfram, sko er þetta ótti eða hvað er þetta? Ég veit ekki, það er bara smá hjálp að svara þessu ég held að sé ómögulegt að svara það er ekkert eitt held ég en þú veist það er náttúrulega allir að passa upp á sitt einhvern veginn og það er svo auðvelt líka að búa til óvinn úr minnihlutahóp til þess að beina athyglinni að þeim og þetta er í rauninni bara svipuð orðræð og var þú veist þegar samkynhneigðir eru að berast fyrir sínum réttindum nánast orð fyrir orð oftast það er bara eina sem er skipt út er bara þú veist hommar ekki vera kennarar út því að ekki hafa samband aðgangað börnum og segjum fer það bara transfólk á ekki vera kennarar og það er bara þú veist þetta bara breytist beint yfir þetta er ég held persónulega að mikill hluti af þessu törfisma byggist oft líka á því að vera í óæðri stöðu og vera einhvern veginn með svona óöruggan
hlut einhvern veginn, ef þú getur traðkað á einhverjum öðrum, þá getur þóst að þú sért ekki í þessari stöðu. Ég kaupi það, en þú sakar ekki J.K. Rowling það, hún nú í þokkalegri yfirbörðastöðu. Hún heldur það samt ekki. Nei, hún heldur það ekki. Nei, mitt. Hún alveg svakalegt fórnalamb ef þú lest eitthvað inn á það sem hún segir. Og þú veist, hún fer inn á svona ýmislegt, það stendur alltaf svo ógeðslega mikið upp úr þegar hún kom út úr skápnum sem transfóbísk. Þá sem sagt hún með stóra grein í BBC sem vann einhver verðlaun og eitthvað. Og ein lína bara, já, þegar ég var barn, þá hefði alveg verið hægt að sannfæra mig að ég væri trans. Og bara svona, einhver svona ólga í svona, þú veist, ég held að flest fólk hugsa ekki svona. Ég held að sé svona, þú veist, já, þú fannst einhver óþægilega tilfinningu og í staðin fyrir að pæla í því hvort þetta sé eitthvað þá bara stappaður á henni og stappar á öllum öðrum sem að minna þig á hana. Sko, ég sprett upp úr svona fátækri alþýðu í Mývatnssveit og ég bara alveg viss það að bæði fyrir 40-50 árum að 60 þeirra var alls upp, ég gleymi stundu eða í dag þá myndi bara hver einasta manneskja í sveitinni segja mér skít saman hver á hvaða kyni, hvaða skilgreiningar og hvernig þetta og mér kemur þetta alltaf eins mikið og óvart. Skilur hvað ég að tala? Já, algjörlega. Það ótrúlega skrítið að fólk sé að skipta sér að því hvernig annað fólk lifi lífinu, skilur og gera það svona stóran böggul í sínu eigin lífi að þurfa að berjast svona hart á móti, þú veist, ég ekki að berjast á móti öllu sem ég ekki sammála af ég miklum krafti og sem berjast gegn því að fólk fá bara að vera eins og það sko. Það semst mjög stóra svona samfélagspólitíska spurningar í þessu verki. Já, og það alveg, þú veist, þessi spurning líka þarna, skilur, af hverju hvernig komst Jóhanna á þann stað sem að hann kemst á og hverjir að nota hann sem verkfæri og hverjir innblásnir af sannleika hans, þú veist, og bara hinnum raunverulega guðdómleik sem að Jóhanna talar sko. Mér dettur í hug Beta að það sé mikið svona tilfinninga Þetta svakalega rulla, ég veit ekki alveg hvað ég var að gera mér með þessu, því við líka sko það er rosa mikið hreyfing, rosa mikið dans það einhvern veginn svolítið svona tungumálið, svona physical theater svolítið tungumálið í verkinu ekki bara í leikstjórn Arons heldur líka bara skrifað í verkið því að Charlie kvár sem skrifar verkið. Eru þið mörg á sviðinu? Við erum 12. Alls 12. Já, þessi dansarar og leikarar og tungumálið sem að Charlie raunir skrifar allt rosa svona physical, það þessi kraftur og allt þetta sem þú skynjar eins og þegar þú ert trans, þetta allt svo rosalega svona líkamlegt þannig að tungumálið mikið svona hreyfing og við erum með 4 dansara sem að tilheyra öll hinsegin samfélaginu og það dundrandi tónlist og mikil dans og mikið af mónologum. Jóhanna talar alltaf við Guð í gegnum áhorfendur þannig Jóhanna alltaf að breyka út frá leikritinu og tala við Guð þegar við áhorfendur. Þannig að má ekki gleymast líka að þetta mjög mikið svona þessi sýning líka partí, hún fyndin og það mikil dans, mikil tónlist þótt að þetta sé rosa þungt umræðuefni að þá þetta samt líka sko fögnuður á hinseginleikanum en það oft besta leiðin til að segja söguna algjörlega sammála. Þetta ekki bara transsýning, þetta líka danssýning. Já, og mikil húmor, við erum með þú veist, frábæra komiska leikara að ég þurfa að halda í mér hlátri ég veit ekki hvað gerist, ég veit ekki. Það mjög erfitt á æfingum, við erum öll bara í hláturskasti og eitthvað sem líka svo góð leið líka til þess að díla við það sem erfitt í verkinu. 100%. En ég heyri það eftir sýning sem stendur nærri hjarta ykkar allra, satt. Og þegar maður að undirbúa rulluna, þegar maður að sjá fyrir sér þetta ferðalag og það eins og ég sagði að hann tæpur mánuð til stefnu færið þetta algjörlega á heilan þetta aðal hlutverkið ekki, náttúrulega Jóhanna
færðu þetta algjörlega heilan, dreymirðu þetta eða hvernig Sko, já eiginlega ég líka með OCD sem ekki að hjálpa og þetta passion project og það mikil ábyrgð líka þú veist, þetta mjög stórt hlutverk, þetta mikil texti, það mikil hreyfing og ég að hlaupa út allt og ég að halda á sverði og það eru bardagar og alls konar þannig að já, þetta mér efst í huga og búið að vera einmitt bara síðan að við keyptum réttin í rauninni og að við erum alltaf líka framlega, við erum óstyrt, þú veist, við erum Hvað þurfum við að selja marga miða til þess að sleppa? Ég reyna að hugsa sem minnst alla ég bara að segja það markmiðið Hve margar sýningar? Það eru komnar 3 í sölu núna en það eru fleiri á tekniborðinu og bara við náttúrulega vonum bara að þessi sýning lendi líka bara hjá áhorfendum og veki áhuga og þetta ekki bara fyrir fólk sem í hins einn samfélaginu þú veist, þetta fyrir alla og ég held að allir geti lært eitthvað eða séð sjálfan sig einhvers staðar í verkinu Svo þetta líka bara fyrir fólk sem eru áhuga á þú veist, sagfræði og eitthvað því þetta alveg endursögn á ferðalagi Jóhönnu nefn bara með þessu elementi, við erum bara að varpa fram bara hvað ef að Jóhanna hefði verið transmanneskja, af því að hún alltaf dæmd fyrir að vilja klæðast karlmannsfötum og fyrir að hafa klippt á sér hárið Þetta gríðarlega áhugavert En mætti ég aðeins út í akkurat þú myndist á þetta sýning fyrir allt fólk þetta ekki bara hins einn sýning en ég vil líka bara ég vil taka svolítið fram bara út því að ég grínisti líka og hef verið hinn á þessu og það alltaf erfiðast að selja miða inn á sýningar sem eru auglýstar sem hinsegin. Það ógeðslega fyndið. Ef ég auglýsi eitthvað sem drag, ekkert mál. Ef það er hinsegin, það bara svona, þetta fyrir hinsegin fólki, ég mæti ekki. Og þið sem hlustið, þið þarna út í heiminum. Ég vil bara að fólk skilji. Þegar kemur að hinsegin leikhúsi, þá erum við að tala þema eins og að uppgöta hver maður að passa ekki algjörlega inn að finna fyrir líkamleika og berjast fyrir réttlæti þetta, þú veist þetta fer ótrúlega langt ef maður bara hugsar þetta eru mennskir þemar þetta bara hlutir sem á við nánast allt fólk þannig að mér finnst það mjög það fólk þú veist, ef að þeir sem hlustið ef að þeir sem hlustið eru að hugsa, já, nei, ok, ekki fyrir mig í guðanum bænum, farið bara og sjáið hvað þið finnið fyrir og því að það eru svo margar flotta tilfinningar þannig að ég las þetta handrit þegar ég kom inn og ég hef aldrei átt svona sterk viðbrögð við handriti danslýsingar sem kom mér til þess að gráta það hefur aldrei gerst áður og þú veist, endurinn og allt saman þú veist, þetta ótrúlega flott verk og ég get ekki beðið eftir að sjá þetta á sviði Spennandi En svona þín helsta áskorun varðandi túlkun og þessa vinnu Sko, það náttúrulega ótrúlega athyglisvert að vera manneskjan sem hatar mig en síðan líka bara svolítið að ég náttúrulega uppistandari en ég ekki með neina leikþjálfun í rauninni ég datt inn í skammarþrýrningin og var þar í Borgarleikhúsinu og hef verið í einhverjum 2 öðrum leikritum og eitthvað en annars þá hef ég ekki þessa reynslu baku mig og þannig ég treysti á það að fólk hjálpi mér ef það er eitthvað en svona almennt þá þetta svo frábær hópur að ég treysti þeim algjörlega með allt saman og þetta geggjað og svona áskorun að vera þú veist, Jólanda kannski ekki eins fyndin karakter og kallarnir sem eru svona bumbling buffoons svona, þú veist svona fábjánarleikur þannig og síðan allt í enn þarf ég að koma inn og núna þurfum við að borða grænmeti Já, Jólanda með sko öll völdin Já þannig að svona það svona þessi leikur af status hvernig ég kem honum fram einhvern veginn ég náttúrulega 2 metrar á hæð og ég á hælum þannig að ég langhæsta manneskjan en það þýðir ekkit endilega að það sé auðvitað að tala yfir kallana En þú semst yfirburða manneskja í ákveðnum skilningi
Nú, já, já, 100%. En hvað svona fyrir þig? Já. Þetta náttúrulega spennandi, þetta líka Já. brothætt? Þetta mjög spennandi, þetta einmitt líka brothætt af því að þetta má ekki verða einsleitt. Nei. Við erum með sögu sem að margir þekkja af Jóhannu og bara svona kannast kannski við svona hápunktana í vegferðinni og þá verður að finna sko eins og Sindri kom inn á mennskuna inn í því og finna, og þess vegna svo gott líka að vera með leikhóp sem að mestuliti hinsegin og kynsegin að ég sem leikstjóri þarf ekkert rosa mikið að túlka fyrir einhvern. Þetta allt fólk sem hefur oft fundið þessar tilfinningar á eigin skinni og það reynist mér bara gjöf að þau eru svo ótrúlega góð að túlka og finna þessa næmni sem liggur inn á milli þessara svona orku sena bardaga og sögulegra staðreinda og eitthvað sliðis sem skipta kannski minna máli í svona heildarmyndinni heldur en bara þessar tilfinningar sko. En svona hvers konar leikstjóri ertu með miklar skoðanir, ertu svona ítaði mikið til? Sko ég með miklar skoðanir en ég líka mjög hlindur bara frelsi. Veist, ég set mjög lítið að hömlum til að byrja með og svo þrengi ég ramman eftir því sem að við förum nær frumsýningu og það mjög bara sem leikari bara ég má bara skjóta inn í sem bara það algjör gjöf eða það mjög þægilegt og við mörg talað það líka á æfingum bara að bara allir fá bara að gera og svo bara pikkar þú alltaf bara út einhvern veginn. Já, mér finnst best að vinna þannig og mér finnst það skemmtilegast því þetta verði þá að því þetta líka ekki, þú veist, ég ekki transmanniski þannig að ég þekki það ekki á mínu eigin skinni þannig ég færi traustið bara til leikhópsins og ég meira bara svo skipstjóri eða þú veist, ég bara stýra skipinu en þau að segja mig hvert ég á að fara kannski. En svo verði náttúrulega öll og kolvillust hvert út í annað 2 dögum fyrir frumsýningu. Já, það breytist aldrei stressið komum á hæsta level. Nei, ég segi bara svona. En hérna bara rosa gaman að hitta ykkur og spjalla við ykkur, þetta spennandi sýning og ég hef nú bara ákveðið það í hjarta mínu að ég ætla að fara og sjá þessa sýningu. En mér langar, ég rétt impraði á því í inngangnum áðan að hérna, við vorum að fá svona skítabombu frá kaþólsku kirkjunni sko. Og hér erum við að gera kaþólskan dýrlinga transmanniski. Ef ekki bara fara hringinn og fá hans viðbröð frá okkur, byrjum á þér Sindri. Við ætlum að formlega bjóða já, ég málið náttúrulega að þetta er svo athyglisverður hlutur fyrir mjög marga og því ég held að mjög margir bara einfaldlega skilji ekki að þetta sé ennþá en eiginlega öll umræðan sem að ég hef séð fer bara út frá því að þetta er ólöglegt og það er svo augljóst að þetta sé ekki í lagi og þannig það er svona fyrsta lagið yfirleitt bara, þú veist við vitum alveg að þetta á ekki að gera en síðan eiginlega aldrei tala af hverju og það er náttúrulega Þú fært ekki farið til þess núna Já það er náttúrulega bælingameðferð ef fólk veit ekki þá kaþólska kirkjan að viðurkenna þau séu að fremja bælingameðferðir sem að er mjög þau segjast vera að fylgja lögum Guðs í staðinn fyrir lögum landsins og að þau verða að vera ofar í þeirra lög séu rétt hærri en mannanna lög. Já, það finna er akkurat að ég skil þá skoðun að ekki öll lög eru sanngjörn, ekki öll lög eru rétt og maður, þú veist, þegar það var ólöglegt fyrir kalla að klæðast kjólum, þú veist, ég hefði samt gert það. Þú veist, ég er teknilega þá að segja að ég sé hefði yfir lög landsins en þetta er ekki sami hlutur en þessi hlutur er svo augljóslega skaðlegur ekki bara það að þetta náttúrulega veldur alveg svakalegum skaða á sálarlífi hjá mjög mörgum hjá fólki sem er mjög viðkvæmt heldur líka einhvern veginn virkar þetta ekki þú veist það gleymist alltaf, þú veist, það er alltaf bara, já, þetta er ólöglegt og þetta skadar fólk, en þetta virkar ekki. Og rannsóknir sína fram á það. Já, og ef maður lítur á kirkjunar sem að byrjuðu þetta fyrst í Bandaríkjunum, og það er geggjað Netflix heimildamynd þetta, en ef maður lítur á allt fólki sem byrjaði þessa hreyfingu, að ex-gay, að reyna að lækna samkynhneigð úr fólki,
allar manneskjunum sem voru efstar eru komnar út úr skápnum eru allar manneskjunum sem trúðu þessu mest eru komnar út úr skápnum þau trú ekki lengur á þessu og þau sjá svo mikið eftir þessu og hafa, þú veist, átta sig á því hversu mikið fólk þau hefur sært og allt það þannig að, þú veist, sama hvort þetta sé hann tengdafæður minn er kaþólsku djákni og er svona hægt og rólega að átta sig á því að hins einleiki sé í lagi en þú veist, hans fyrstu viðbrögð þegar hann þetta var bara, já, það getur samt verið auðveldra að vera gagkinnur, þannig að ef maður allar, þú veist, ef maður getur farið og bara, þú veist, afhommað sig þá lítur það að vera bara betra en þú veist, þetta virkar ekki þetta bara einfaldlega, þú veist maður getur þóst ekki vera eitthvað en þú veist, við erum öll þú veist, ekkert endilega út frá hinseinleika við erum öll með parta af okkur sem við getum ekki flúið þú veist, sumt fólk er bara forvitið, sumt fólk er bara á ákveðin hátt, þú veist, ég er nörd þú veist, ég er ekki að fara að segja að það sé á sama leveli á að vera trans það er ekki, þú veist, ég var ekki næstu í barinn á Laugaveginum fyrir að vera nörd en þetta er samt, þú veist ég tók nokkur ár í grunnskóla sem ég þóttist ekki vera nörd og ég var ekki með nein áhugamál og ég man ekki eftir þessum árum þetta skaðaði mig alveg svakalega þetta voru þú veist, ár sem að ég hefði átt að vera bara ég þannig leitt að heyra þannig að það er svolítið svona þú veist, ég mista af öllum árunum þar sem að ég er ekki trans þar sem ég er ekki út úr skápnum alltaf og þú veist, já, ég sætt mig alveg við það en enginn getur flúið að vera manneskja þú ert það sem þú ert og einhvern veginn, já, mér finnst það ógeðslega athyglisvert mál já, eru þið með eitthvað, sorry ég talaði ógeðslega mikið já, það er geðveikt þú frábært mér fannst það áhugavert í þessu viðtali eða sem að hún Anna sem var að taka viðtali var að spyrja allt annað sem hefur verið breytt í kaþólskri trú svona mörgum reglum sem að hefur verið breytt eða bara þú veist, sem hafa bara skipti ekki lengur máli og svona, ég veit ekki þegar ég var að hlusta á þetta þá hugsaði ég bara, ef það er til Guð almáttur sem er óendanleg vera og er hann mikið drullu saman þótt að þetta sé trans það er bara þegar við erum komin að gullna hliðinu hvað ætlum ekki að vera það já, skilju þetta meikar enga sens það er alveg sko, það er hellingur af svona ástæðum gefnar en ég held að enginn þeirra standi svona algjörlega það er alltaf hægt að koma með rök á móti því og þau breyta, þú veist, ég meina bókslega með kaþólika þetta er eina trúin sem ætti að skilja það að það sé hægt að breytast og því að þau eru endalaust að breyta hvernig þau túlka út frá því hvernig páfinn skilur lögin að hverju sinni það er endurskrifað hluta af biblíunni en síðan er líka biblían, þú veist mér finnst það svo skrítið eitthvað neginn að við þykjumst að já, nei, þetta er orð Guðs og þetta er svona bara eins og það er skrifað nema hvað þetta er síðan kemur frá tungumáli sem er dautt löngu útdautt þegar það eru komnar gamlar útgáfur sem það er hægt að þýða og síðan þegar það er þýtt yfir á þýsku fyrst var það á latínu og síðan á þýsku þá náttúrulega þá erum við komin með 3 tungumál í burtu og síðan yfir á dönsku og síðan yfir á íslensku við erum 5 lögum í burtu frá orðum Guðs og við ætlum í alveg að segja að eitthvað sem er ekki minnst á í bókinni að það skipti máli svo náttúrulega líka verið að búa til ákveði rangkarmi með Jesú sko, sem náttúrulega umburðalendur í drast sósíalisti menn hann þú veist fremur kraftaverk og gerir galdra í rauninni og það bara því fagnað, konur gera það sama og það eru brendar á báli fyrir að vera nornir eða þú veist það er alveg rétt en svona þitt sjónarhorn, viltu tjáði eitthvað meira um þetta en það sem hefur komið fram? Ég hef svo sem ekki eitthvað mikið við þetta bæta sko en mér finnst bara svo mikið það er svo mikilvægt fyrir líka bara ungt fólk sem sem tilheyrir hinsegin samfélaginu eða er trans eða er að upplifa einhvern kynama eða eitthvað að það er bara svo mikilvægt að
sko fræðsla svo mikilvæg og svona sýningar og eitthvað þar sem að fólk getur líka bara spegla sig. Veist, við erum ekki mörg á Íslandi sem erum leikarar og erum kvár. Ég held að ég sé eina kvárið innan alla félagi íslenska leikara og það bara svo mikilvægt að eiga fyrirmyndir að fá að sjá einhvern á sviði sem eins og maður eða þú veist. Ég held að erum við mögulega með allt transfólkið sem eru leikarar í sýningunni. Ekki alveg. Ekki alveg. Ég er ekki alveg klárt á því, Arna Magna náttúrulega sett og sen Arna Magna Já, er með okkur. Já, hún er með okkur, djók. Hún er að gera sviðsparta Já, fyrir okkur. Gæti verið við sem bara með full set. En það til orðið í íslensku kynustli. Já. Þetta er það er það sem við erum allavega að miða á. Velda smá kynusla og sína smá hinsegin heift, sko. Já. Var ekki Gyða Margrét sem að Nú, veit ég ekki. Ég lærði kynjafræði í háskólanum og fyrir mörgum árum. Mér minnir að það sé hún sem að er höfundur þessa hugtaks. Já, þetta er gott hugtaks. Já, heyrðu, en það er búið að vera frábært að hitta ykkur. Já, sömuleiðis. Og ég valdi skilja að okkur má ekki segja gangi ykkur vel, þannig að ég ætla bara að segja gangi ykkur vel. Takk. Takk alveg. Og það er spennandi að sjá útkomuna. Já. Og ég ætla líka að þakka ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur, fyrir samfylgdina í kvöld. Rauðaborðið er á enda. Við verðum hér aftur með dagskrá, kvölddagskrá næsta mánudagskvöld. Morgun er vikuskammtur klukkan 16. María Lilja verður þar með beina útsendingu, 4 góða gesti að ræða fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Og á laugardags morgun verð ég með Helgi Spjall við umdeildan persónuleika. Íslending, ég ætla ekki að segja meir í bili. En kæra þakki fyrir okkur í bili, ég heiti Björn Þorláksson, verðið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.